Komið sæl og verið velkomið á þetta framhaldsnámskeið í lestri og greiningu ásetninga. Ég heiti Björn Berg og er fræðslustjóri VFIB og þetta námskeið er liður í átaki sem við í VFIB stöndum að ásamt Kauphöllinni, FKA og NASCAR Investments, þar sem við erum að skaffa fjölbreytta fræðsludagskrá sem mun lifa út. Verðum við mikinn kraft í þessu núna þetta ár eins og var í vor og fjöldi námskeiða framundan. En í dag ætlum við að fara aðeins lengra varðandi ársreikninga en við gerðum daginn. Haukur Skúlason sem er forstöðumaður framtaksfjárfestinga hjá Íslandssjóðum, hann ætlar að leiða okkur allan sannleikann hvernig við getum rýnt eða nýtt okkur ársreikninga félaga til þess að mynda okkur einhverja skoðun og raunverulegu verðmæti þeirra og heldur þá áfram með þá umræðu sem fór á stað fyrir nokkrum vikum síðan þegar Haukur hélt grunnnámskeið í lestri og greiningu ásetninga. En við áætlum að vera hér í svona cirka klukkutíma og getum síðan tekið bara góðar umræður að loknum fundin. Ég ætla að gefa Hauki orðið. Já, takk fyrir. Komið þið sæl, góðan daginn. Aðeins að reyna að hlýja mér hérna ennþá. Einhver ykkar voru nú hérna á námskeiðinu daginn þar sem við fórum svona bara mjög lauslega yfir hvernig við getum nýtt ársreikningafyrirtækja til þess að leggja mat á verðmæti hlutabréfanna. Og áður en ég fer í kynninguna þá ætla ég að ljóstra því upp að við munum gera svona dæmi úr högum sem eru skráð á íslenska hlutabréfamarkaðinn. En allar tölurnar sem við förum í gegnum eða þetta verðmat innan gæsalappa sem ég er að sýna, það er engin vísind á bakvið það. Þetta er eingöngu til þess að útskýra það hvernig við myndum reikna út þessar tölur. Þannig að að gera að ef þið sjáið það að mín niðurstaða er einhver önnur heldur en þið hafið í huga að þá telst það ekki sem fjárfestingarráðgjöf á neinn veg. Þetta er eingöngu til þess að sýna ykkur hvaða tól við getum notað til þess að leggja mat á verðmæti fyrirtækjanna. Ég setti mig bara í þau spor núna þegar ég var undirbúið þessa kynningu og ég ætla þá að fara í gegnum Haga og hvaða upplýsingar þarf ég að hafa, hvar finn ég þær til þess að geta mynda mér skoðun á því verði sem er á högum. Það vill nú svo til, Hagar eru skráðir á markað, þannig að ég hef eitthvað svona referenspunkt, eitthvað svona viðmiðunarpunkt. Í fyrradag að þá var dagslokagengi Haga einhver ákveðin tala og ég gef mér að það sé talan sem markaðurinn er sammála að sé rétt verð á hlutabréfum Haga á þeim tímapunkti. Þannig að þegar ég fer í gegnum mína útreikninga og kemst að einhverju annarri niðurstöðu, þá þarf ég að spyrja mig, alla líkur á því ég komist að einhverju annarri niðurstöðu því ég fer í gegnum útreikninga skref fyrir skref, þá þarf ég að spyrja sjálfa mig, af hverju er ég að komast að annarri niðurstöðu? Er það vegna þess að ég hef rangt fyrir mér eða er það vegna þess að markaðurinn hefur rangt fyrir sér? Eða er það kannski rangt af mér að spurja hvort að annarkvort ég eða markaðurinn geti haft rangt fyrir sér? Og ég held að það sé nefnilega akkurat málið, því eins og við töluðum á fyrranámskeiðinu, þá er í sjálfu sér ekki til neitt sem heitir rétt eða rangt svo fremur að setja að reikna þetta bara rétt. Vegna þess að verðið sem ég fæ út grundvallast á minni skoðun. Og mín skoðun á því hvernig Hagar lítur út eða hvað þeir munu gera í framtíðinni, hún er ekkert réttari eða rangari heldur en skoðun Björns, sem er bara önnur en mín. Það fyrsta sem ég geri er það að ég fer inn á hagar.is, fer inn í umfélagið eða hvað sem það heitir, fjárhagsupplýsingar, ársreikningur 2012 eða nýjustu fjárhagsupplýsingarnar. Þetta er ársreikningurinn 2012, ég held ég miði við lok fjárhagsársins í febrúar. Þannig að það pínlítið svona, það er öðruvísi heldur en flest fyrirtæki sem miða við áramót. En það er oft algengt í smásölu að þau loka ekki jól, eða sem áramót, vegna þess að þá er toppur í verslun, þannig að þau reyna svona að hafa fjárhagsárið á svona þokkalega rólegum tímum. Og þá sjáum við hérna, hér inn eru allar tölurnar sem ég þarf, við erum í þessum 3 reikningum. Það er hérna rekstrarreikningurinn, svo erum við efnahagsreikningin, stjórnstreymisyfirlitið og þetta eru tölurnar sem ég þarf að hafa, það þarf að mynda með skoðuna. Tekjur Haga árið 2011-12, 68 milljarðar, 71 milljarður 2012-2013. Það var aukning í tekjum. Kostnaður seldra vara, það hækkaði líka. Þannig að ég vinn mér bara hérna niður listan og sé að hagnaðurinn eftir skatta
2,3 milljarðar versus 2,9 milljarðar á síðasta ári, sem hlýtur að vera gott. Ef ég hef engar meiri upplýsingar heldur en bara þessar og fer í gegnum þennan reikning, þá segja ég að fyrirtæki gengur vel. Það er auka tekjur og auka hagnað á milli ára. Ef fyrirtæki hefur verið að auka tekjur en hagnaður að minnka, þá þarf að skoða það aðeins betur. Ef hagnaðurinn er að aukast og tekjurnar að minnka, þá þarf ég að skoða það líka betur. Það er svona ákveðin bara taktur í gegnum þetta. Og það er það sem maður reiknar líka með í fyrirtæki eins og Högum, sem er mjög stórt, er í smásölu. Það er engar gigantískar breytingar í rekstrinum á milli ára. Þeir eru ekki að leggja niður verslanakeðju eða taka upp nýja eða eitthvað svona. Þetta er bara svona maskína sem heldur áfram. Þar á eftir kemur efnahagsreikningurinn, eignir og skuldir og eigið fé. Hér sjáum við að þetta er þá vantarlega viðskiptavild sem heitir intangible assets. Það fylgir líka svona félögum sem eru samansett í gegnum tíðina. Það fylgja þessu yfirtökur og þar kemur viðskiptavild og allt þess að það er svona bókhaldslegar ástæður fyrir því. Þannig að án þess að vera að horfa rosalega mikið á það hvort að það sé endilega einhver svona niðurfærslu áhætta inn í Högum, eða fyrirtæki sem er það sem er kannski 80% af heildareignum er viðskiptavild, þá veit maður að skoða það mjög vel. Vegna þess að viðskiptavild er mjög hverfult hugtak. Þú mátt bara vera með hana inn á bókum hjá þér ef að sú fjárhæð styður tekjuöflunarhæfið til framtíðar. Ef það er ekkert að sýna fram á það að þessi viðskiptavild sé að fara að skapa þér tekjur í framtíðinu, þá verður það gjaldfæran. Og þetta geta verið gríðarlega háar fjárhæðir. En eins og ég sagði, ég er ekkert að kafa djúpt ofan í rekstur Haga, ég er ekki að fara tekur fleiri daga, vikur, jafnvel mánuði að kynna sér svona fyrirtæki. Þannig að ef ég ætla að fara að fjárfesta mjög mikið fyrir mína hönd eða annarra í Högum, þá myndi ég sjálfsögðu gera það. En svona akkurat fyrir það sem við erum að gera hérna, þá gef ég mig bara að þetta sé allt saman svona algjörlega bara eins og það á að vera. Í smásölu fyrirtæki þá gerir maður ráð fyrir því að það sé gríðarlega mikið af byrðum, það er gríðarlega mikið af óinnheimtum tekjum, það sem kúnnarnir hafa borgað en við höfum ekki fengið greitt. Þannig að sjáum við hérna að af 25 milljörðum í eignum, að þá eru byrðir 5 milljarðar og viðskiptakröfur, sem eru raun og veru bara greiðslukorta neysla viðskiptavinnana, eru 4. Þannig að þetta eru 9 milljarðar af 25 sem eru bara þessir grunnveltu fjármunir. Skuldahliðin er frekar einföld og einföld líka. Þeir eru með langtímalán upp á 8 milljarða og viðskipta skuldir sem er það bara við byrgjan að þeir eru bara með einhverja kreditlínur og eru að borga heildsölum og innflytjendum og þess að þar. Þannig að þetta eru svona 2 stóru póstarnir hér í skuldunum og svo náttúrulega eigið fyrir hérna 8 milljarðar. Þannig að þeir hluti sem ég ætla að vera að horfa á er það, hvað er skuldsetningarhlutfallið? Er rosalega lítið eigið fé í fyrirtækinu. Þetta er núna þá 9 milljarðar af 25. Það er bara fínt. Þetta er rúmlega þriðjungur af eignum félagsins sem fjármagnaði með eigið fé og ef ég sit á lánahliðinni, ef ég er aðilinn sem er að lána Högum fjármuni, þá líður mér vel með það. Og mér ætti líka að líða vel með upp að ákveðnu marki sem fjárfestir í fyrirtækinu, vegna þess að ef ég er að fara inn í fyrirtæki og ætla að kaupa hlutafé í fyrirtæki sem er mjög skuldsett, þá má rosalega lítið út að bregða í rekstri fyrirtækisins til þess að félagi geti ekki staðið við skuldbindingar sínar gagnvart lánveitendum og þá eru töluverð hætta því að ég sem hluthafi og þá einn af eigendum missi fyrirtækið. Vegna þess að oft er það þannig að lánveitendur, ef ekki staðið skila á lánum, að þá getur lánveitandi stigið inn í fyrirtækið og lesta til sín. Allt saman spurningu það hvernig lánasamningar eru orðaðir eða eitthvað svoleiðis, en oft á tíðum er það í raun og veru valdi sem lánveitendur hafa. Þannig að mér ætti að líða vel, eins og ég segi, upp að ákveðnu marki sem hluthafi ef það er ákveðin buffer, ákveðin rými í rekstrinum til þess að geta greitt af lánum. Það má alveg koma smá niðursveifla í reksturinn, en fyrirtæki mun samt geta staðið skil á skuldbindingu sínu. Og því sem voru þetta síðast á hinu námskeiðinu, að þá talaði ég það að ef ég mætti, þið sjá þetta mörgulega ekki, að ef ég mætti bara velja einn reikning sem ég fengi að skoða, sem segði mér raun og veru allt sem ég þyrfti að fá að vita, að þá væri það sjóðstreymisyfirlitið.
vegna þess að það ekkert mál að sýna fram á gríðarlega mikinn hagnað og gríðarlega mikla tekjur með fyrirtæki sem komið fram á bjargbrúninu. Og það ekkert mál að sýna fram á efnahagsreikning sem í raun og veru lítur vel út en ekki að endurspegla fyrirtæki sem illa statt. Það erfiðara að koma með svona falska mynd af raunveruleikanum í gegnum sjóðstreymisyfirlit. Það alveg hægt, en sjóðstreymisyfirlitið segir mér mjög mikið. Að þannig myndi ég til dæmis sjá, verið eitthvað að fiffa til veltufjármunir, vegna þess að veltufjármunir hafa áhrif á það hversu mikið handbært fé inn í fyrirtækinu. Og það sem ég alltaf að spá í, það sem ég finnst vera aðalatriði bara persónulega þegar ég að skoða fyrirtæki, til nógu mikið handbært fé inn í fyrirtækinu til þess að mæta öllu skuldbindingum, borga á laun, borga byrgjum, greiða leigu, borga á lánum, ráðast í fjárfestingar. Og þá horfi ég yfirleitt á þessa línu hérna. Hvert var handbært fé í upphafi tímabilsins? Hjá Högum í þessu tilfelli var það 2,1 milljarður, en var 2,9 milljarðar í lok ársins. Og það gott. Það ekki þannig, best náttúrulega maður hefur einhverja lengri sögu, kannski svona 4-5 ára aftur í tíma, og getur skoðað svona lengri trendi í rekstrarsögunni. En þetta eitthvað sem maður vil sjá hérna. Annað sem ég geri oft líka það að ég skoða hérna það sem kallast net cash provided by operating activities, það svona handbært fé frá rekstri. Að það nóg til þess að mæta fjárfestingum? Það þetta investing activities og fjármögnunar hreyfingum. Þannig að býr reksturinn, bara grunnreksturinn sem ég að gera, býr hann til nógu mikið af handbæru fé til þess að standa undir því að fjárfesta, það að fjárfesta í tækjum og hagar fjárfesta í innréttingum og þeir fjárfesta í bifreiðum og guðma veit hvað, og borga á lánum og borga út arð ef því að skipta. En það svona dæmi rekstur sem ætti undir öllum öðrum kringumstæðum að vera standa undir sjálfum sér, að hann býr til nægilega mikið handbært fé í því sem hann gerir dagsdaglega til þess að mæta þessum þörfum. Það ekki þörf á því að taka frekari lán eða skera niður í fjárfestingum því að það kemur alltaf niður á reksturnum síðan mér. Ok, þá erum við búin að fara í gegnum þessar þrjáreikninga, síðan náttúrulega skýringar og allt þess að þið sjáið, það eru svona tölur hérna við, því sem það fara í gegnum ársreikninga, þið kannistu þetta, þá verið að vísa í nótur, síðar í reikningum þar sem þið farið nánar í þessi atriði. Það þá sundurliðanir eða athugasemdir eða eitthvað svoleiðis og það skiptir rosa miklu mál að lesa það líka. Sumir fara bara í gegnum þessar þrjáreikninga og skoða að þetta bara fínt, það þarf að fara í gegnum nóturnar líka því að það oft gríðarlega mikið af upplýsingum. Nú ætla ég að verðmeta haga og ég ætla að sýna ykkur 3 leiðir til þess að gera það. Það náttúrulega til fleiri leiðir líka. Og fyrst þetta venjulega VaF-hlutfall sem við töluðum aðeins síðast. VaF-hlutfallið verðmæti hluta fjár deilt með hagnaði. Hagnaði eftir skatta. Og það skiptir ekki máli hvort ég segi verðmæti alls hlutafjárins deilt með öllum hagnaðinum eða verðmæti eins hlutabréfs deilt með hagnaði á hlut. Þetta alveg sama tala, þetta búin bara skölum niður eftir fjölda hluta. Það hægt að gera þetta oftast þetta gert á 2 vegu. Það talaði VaF-hlutfall, svo kallega trailing 12 months, ég sé ekki með það samt í þinni. Þá ég að horfa á hagnað hjá fyrirtækinu undangengna 12 mánuði. Raunverulegan hagnað sem komin í hús. Ég get líka horta á þannig að segja hvað held ég að hagnaðurum verði næstu 12 mánuði og þá ég komið með svona framvirkt VaF-hlutfall. Og maður geta alveg tekið umræðuna endalaust það hvort betra. Það má hins vegar segja að hagnaður sem, ef ég að taka fjárfestingaákvörðun núna, að fara að kaupa í Högum bara á eftir þegar markaðurinn opnar, þá skiptir það mig engu máli hvað félagið hagnaðist til og með dagsins í gær. Ég fæ ekki þann pening. Það ekki verðmæti sem ég fæ. Ég fæ bara verðmætin til framtíðar. Og þess vegna ætti ég að nota væntan hagnað. En hver að fara að segja mér hvað væntur hagnaður Þannig að það takast á 2 sjónarmið þarna. Í þessu tilfelli hér að þá ég að nota afturvirkt VaF-hlutfall. Það bara hagnaðinu bara eins og hann væri í síðasta uppgjöri
og þá finn ég eitthvað svona viðmiðunarpunkt. En ef við förum alveg hérna niður og segja hérna, ég fæ út hérna að VaffH-hlutfall Haga miðað við það að dagslokagengið sé 33,95 krónur. Það er VaffH-hlutfall upp á 13,98. Sú tala segir mér ekki neitt. Er þetta hátt eða er þetta lágt? Hún gæti verið 7 og þar var þetta hærra, en ég veit ekki við hvað ég á með það. Ég get farið og reynt að skoða fyrirtækja bara í úrvalsvísitölunni, í kauphöllinni hérna, en ég get ekki gert það vegna þess að ég verð að horfa á sambærileg fyrirtæki. Ef markaðurinn væri mjög stór hérna, við væri með 1000 skráðra fyrirtækja, þá myndi ég finna bara svona svítu af fyrirtækjum sem væri mjög keimlík högum. Það geti þá verið Kaupás og Samkaup og eitthvað svoleiðis, en ekki þessara fyrirtækja eru skráð. Þannig að ég þarf að fara og segja, ok, hvar get ég fundið þessa viðmiðun? Þá fór hérna inn á Dam & Daram. Þar taka ég saman fyrir bandarísk fyrirtæki sem eru í svipuðum business. Það er retail, wholesale food og retail store. Og það er þá afturvirt VaffH-hlutfall í þeim geira í Bandaríkjunum. Ég get líka farið hérna inn í, ég held að þetta sé evrópskt, ég held að það valið evrópsk fyrirtæki hér. Þá finn ég samskonar vegið VaffH-gildi fyrir annars vegar Major Diversified og Wholesale. Þetta hérna er þá kannski meira svona eins og aðföng eru inn í högum og þetta er eins og bara búðirnar. Svo skoði ég Tesco, bara þetta eitt fyrirtæki, ekki eitthvað svona vegið meðaltal. Í Tesco er ég með 10,51 í VaffH-hlutfall, sem er lægra heldur en í högum. Og Carrefour 37,98. Þannig að ég sé að þessi hlutföll þau eru bara út allt. Sko. Þetta segir mér voðalega lítið. Ég get alveg farið í gegnum þetta og sagt, já, sko, vandamálið er það að ef ég fer í gegnum þetta hér, þá er þetta náttúrulega í Bandaríkjunum. Og þessi fyrirtæki er ekki fullkomlega sambærileg við Haga. Ef þetta er í Evrópu, þá eru bara aðstæður í Evrópu öðruvísi heldur en það er í Bandaríkjunum. Og Tesco er náttúrulega, þú ferð inn í Tesco búð og þar kaupir svipaðar hluti eins og þú ferð í búðum Haga, en þetta er bara allt skepna. Hversu mikið er að marka það? Og hvað með Carrefour? Þetta er það sem, þegar ég er að bera saman fyrirtæki á Íslandi við fyrirtæki erlendis, þá verður samanburðurinn alltaf svona skakkur. Og ég get alveg notað þetta. Ég bý bara til ákveðið svið eða ákveðið bil. Lággildið, það er 10,51. VaffH-hlutfallið 10,51. Miðgildið er 17,76, meðaltalið 20, hágildið 37,98. Og þá raun og veru finn ég út hérna. Ég byrja að segja að VaffH-hlutfallið er þá þessar hérna tölur. Þær eru hér. Fjöldi hluta er þetta hér. Ég margfalda þessa tölu með hagnaðinum á síðast ári, þá fæ ég út virði eiginfjár miðað við þessi ólíku VaffH-gildi og deili síðan í því með fjölda útgefinna hluta og nota bene það eru þá bæði hluti sem eru flotið svokallað sem eru út á markanum og líka bréfi sem fyrirtækið á sjálft. Og þá fæ ég út verð á hlut sem er einhvers staðar á bilinu 25,5 til 92. Og ef ég er að reyna að finna svona hvort að 33,95 sé, hvort að ég sé einhvers staðar að lenda þar, þá hjálpar þetta mér ekki mjög mikið. Með öðrum fyrirtækjum gæti það gert það. Ég myndi segja til dæmis að það væri líklegra að ég fengi þrengra bil ef ég væri að skoða Icelandair. Vegna þess að flugfélög eru mjög keimlík. Og ég gæti fundið bara einstök flugfélög sem eru mjög svipuð Icelandair og segja, þá er bilið vantarlega þrengra. Þá er ég að fá VaffH-hlutfall á Icelandair sem er eitthvað og svo eru þau gildi sem ég er að skoða tiltölulega þröngt þar í kring. En til þess að geta þrengt þetta bil ennþá betur, að þá þarf ég að sökkva mig niður í Haga og sökkva mig niður í þessi fyrirtæki hér og einstök fyrirtæki hérna til þess að svona vinsa út þau fyrirtæki sem eru mjög ólík högum, annaðhvort í rekstri eða bara við svona almennar aðstæður. En það sem þetta er samt að segja mér er það að því hærra sem hlutfallið er, þeim mun meiri vexti reiknar markaðurinn með að þetta fyrirtæki skili. Þannig ef ég er tilbúin að borga fyrir Carrefour hérna
tæplega 40 í vaffahlutfall, þá ég að gera ráð fyrir því að Carrefour muni stækka gríðarlega á næstu árum og hagnaðurinn muni verða miklu meiri. Eins og í Tesco, ef þetta lægra, ef þetta undir því sem meðaltali hér, að þá menn að segja, já, Tesco bara að fara að skila minni hagnaði, jafnvel tapi. Þannig að þá koma fjárfestar og segja, já, ég ætla náttúrulega að kaupa hér, því að þetta hlutur að vera æðislegt, sko. Það er svo mikill vöxtur þarna. Og svo aðrir sem segja, ég ætla ekki að kaupa þetta því að þetta þegar orðið, það búið að byggja svo miklar væntingar, ég ætla bara að kaupa fyrirtæki sem eru með lágt vaffagild, sem markaðurinn hefur enga trú á. Vegna þess að þau get ekki öll klikkað. Þar eru fyrirtækin undirverðlögð. Þannig að það fer allt eftir því hvaða sýn menn hafa og hvers konar fjárfestar menn eru. Ertu svolítið svona bara að elta markaðinn, þá ertu svona sveifla svolítið með markaðinum, eða ertu að leita tækifærum í undirlögðum fyrirtækjum. Það er bara hver og einn ræður því. Vegna þess að markaðurinn hefur ekkert rétt fyrir sér hvað svona skoðanir á framtíðum fyrirtækja varar. Ekki frekar en bara einstaklingar þið eða ég eða einhver annar. Það snýst bara það að maður hefur einhver ákveðna skoðun og eftir atvikum og þá er maður tilbúin að fjárfesta byggt á þeirri skoðun. Alveg burt sér frá því hvað skoðanir annar eru. Annað hlutfall sem við getum notað EVAF EBITDA. Það sem vandinn hér með vaffahlutfallið að þarna inni ég að nota hagnað eftir skatta og hérna inni vaxtakostnaður. Þannig að fyrirtæki getur verið mjög vel statt en bara það vill svo til að það þarf að gjaldfæra, það kannski færi ykkur yfirtöku og það þarf að gjaldfæra allan þóknanakostnaðinn, varðandi fjármagnskostnaðinn og þóknanir vegna lántöku. Þannig að hagnaðurinn mjög lágur eitt árið. Og þá fer það í gegnum allan strúktúrinn og ég fæ út að vaffahlutfallið sé mjög lágt. Ef ég ætla að horfa fram hjá öllu sem heitir skattar, því að skattarnir eru inn í hagnað eftir skatta náttúrulega líka. Fyrirtæki í mismunandi löndum hafa mismunandi skattastrúktúr og það eru mismunandi vaxtakjör. Fyrirtæki á Íslandi bara með einhverja vexti í banka hér, en nákvæmlega sama fyrirtæki væri með allt aðra vexti erlendis vegna þess að vaxta umhverfið þar annað, hvort sem hærra eða lægra. Ef ég ætla að taka þessa þætti algjörlega út fyrir svig, að þá ætla ég að horfa á það hversu mikils virði fyrirtæki sjálft og bera það saman við EBITDA-una. EBITDA-n, eins og við töluðum á síðasta námskeiði, svona þessi grunnhagnaður frá rekstri. Ég bara mæti í vinnuna í fyrirtæki mitt, ég opna það og ég byrja að selja eitthvað og ég borga fyrir að kaupa hráefnið inn og ég borga fólki laun og það það sem EBITDA-n mín Vaxtakostnaður, skattar, afskriftir, það kemur á eftir því. Það ekki það sem ég geri dagsdaglega. Þannig að EBITDA-n oft notuð sem svona þumalputta tala, eða þumalputta regla yfir það hvernig bara grunnreksturinn gengur. EVAF enska fyrir Enterprise Value og þá ætla ég að horfa á markaðsvirði hlutafjár pluss markaðsvirði skulda. Og við vitum það að eignir jafnt og skuldir pluss eiginfjár, þannig að þegar ég veit hvað markaðsvirði skulda og ég veit hvað markaðsvirði eiginfjár að þá veit ég að sú samtala markaðsvirði eignanna. Þetta að segja mér mjög svipaða hluti eins og vaffahlutfallið, en það að taka út svona ákveðna feila sem geta verið þar, sem geta skekkt myndina sérstaklega verið að bera saman á milli ólíkra landa þar sem ólíkt vaxtastig og ólíkur skattastrúktúr. Og þá sjáum við strax hérna að bilið miklu þrengra. Við vorum með hérna vaffahlutfall sem var á bilinu 10 til 40. Í EVAF EBITDA hlutfallinu þá ég að fá bil sem á bilinu 7,4 til 10,4. Þannig ég strax komið með miklu svona þrengra verðbil sem ég að skoða fyrir haga. Aftur nákvæmlega sömu fyrirtæki og nákvæmlega sömu svona vísitölur eða körfur. Í Bandaríkjunum erum við með 8,27, 8,39. Í Evrópu, eins og ég held þetta hafi verið 8,16 og 7,4, Tesco 10,4. Hérna Carrefour með 10,02. Í vaffahlutfallinu þá var Tesco með mun lægra hlutfall heldur en Carrefour.
en Carrefour með lægra EBITDA hlutfall heldur en Tesco. Og ef ég væri að sökkva mér ofan í þetta, þá myndi ég þætti mjög forvitnilegt að vita af hverju það. Það er örugglega góð skýring á því, ég bara hafði ekki fyrir að skoða hana. Þannig að það sem ég gerir síðan, að ég gerir bara nákvæmlega sama, ég finn lággildi, miðgildi, meðaltal og hágildi. Ég fer í ársreikning Haga og finn út nettóskuldir, það er sem sagt skuldir félagsins, bankalán, langtíma skuldir félagsins, mínus sjóðstaðan. Það er alltaf nettóskuldirnar. Það er raun og veru, þú ert með eitthvað bankalán, svo áttu eitthvað pening á móti og ég netta það út og þá fæ ég út nettóskuldirnar þínar. Þannig að hugsunin er þá raun og veru svo, ef ég myndi gera upp alla skuldirnar núna, þá á ég peningin á banka sem ég get borgað upp hlutaskuldunum og síðan er hitt afgangurinn það sem ég held áfram með í kjölfari. Og ég veit líka að EBITDA hjá Högum var tæpir 5 milljarðar og þá er ég bara til. Þá er ég komin með allar upplýsingarnar. EBITAn, hún er hérna og með því að fara í smá algebru að þá veit ég að ef að EBITDA, sinnum EBITDA gefur mér enterprise value, er ekki allir alveg með það á hreinu, síðan dreg ég frá nettóskuldirnar og þá er ég komin með markaðsvirði eiginfjár. Og þá sé ég að það, miðað við þessa formúlu, þá ætti það að liggja einhvers staðar á bilinu 32 milljarðar til 46 milljarðar. Þannig að gengið deilir síðan bara í það með fjöldahluta, það kemur líka fram í ársreikningum félagsins, að þá fæ ég út að verð á hlut miðað við þetta er svona bilinu 26 til 38. Sem er alltaf miklu þrengra bil heldur við vorum að skoða áður. Eitt sem ég ætla að segja með þetta er það að við gefum okkur yfirleitt að markaðsvirði skulda sé jafnt og bókfært fyrir þeirra. En það er ekki samt alveg sjálfgefið að það sé svoleiðis. Fyrirtæki sem er með, sem bara hagstæð langtímalán, en rambar síðan á barmi gjaldþrots, að þá er ekkert víst að ég fengi í raun og veru nafnvirði skuldana ef ég færi út á markaðan og ætla að selja skuldabréf. Skuldabréf sem er með andvirði 1000 krónur hjá aðila sem allir eru sammála mun aldrei geta borgað 1000 krónur, það er aldrei að fara að seljast á 1000 krónur, það er að fara að seljast á eitthvað klink. Þannig að í ákveðnum tilvikum, ef þið eru til dæmis í fjárfestingum í fyrirtækjum sem eru annarkvort mikil sprotafyrirtæki, þar sem er bara svolítið óvíst með það hvaða kjör viðkomandi fyrirtæki getur fengið, eða fjárfesti fyrirtæki sem eru í miklum rekstrarerfiðleikum og það er bara alveg sér bransi út í heimi, þá skiptir þetta rosalega miklu máli að leggja mat á það hvað er markaðsvirði skuldan. En fyrir svona megin þorra, gott ef ekki öll fyrirtæki sem skráður á markað, að þá segja maður markaðsvirði skulda er jafnt og bókfært virði. Allir sammála þessu? Nú ef ég tek EBITDA fyrir Haga, að þá ger ég raun og veru nákvæmlega sama hér en ég vinn mig bara tilbaka. Ég veit að þetta er gengi á hlut. Gengi á hlut sinnum fjöldi hluta gefur mér þetta markaðsvirði hér á hlutaféð. Þetta er EBITAn á síðasta ári og það gefur mér þá EBITDA upp á 9,36. Sem er bara svona, það er eiginlega bara svona inn í reynsinu hérna. En alveg eins og með VAFA-hlutfalli að þá er þetta svolítið að endurspegla líka væntingar vöxt í framtíðinni. Það er bara búið að leiðrétta þetta fyrir eins og ég sagði þarna ákveðnum hlutum. Nú því lægra sem hlutfallið er, að þeim mun betri kaup er í fyrirtækinu ef maður hefur trú á því að það sé að fara að pluma sig. Og sérstaklega ef ég er að bera saman þá tvö fyrirtæki sem eru nánast alveg eins, þá ætti að vera betri kaup í fyrirtækinu sem er með lægra EBITDA hlutfall heldur en því sem er með hærra. En þá þarf maður að leggja mjög gott mat á það hversu lík eru fyrirtækin og þeir þættir þar sem þau eru ekki lík, hversu miklu máli skipta þeir. Ég gæti til dæmis tekið, ef við gefum okkur það að við séum með tvö fyrirtæki á Íslandi sem eru að selja bensín og þau gera ekkert annað en að selja bensín. Og nákvæmlega sama varan, það er nákvæmlega sami fjöldi af bensíndælum út allt land og nákvæmlega sami starfsmannafjöldi,
nákvæmlega sama innkaupsverð náttúrulega og allt svoleiðis, eru þessi fyrirtæki fullkomlega sambærilega að öllu leyti? Nei, vegna þess að staðsetning dælana getur skipt rosalega miklu máli. Og þá þarf maður að leggja mat á það, þó að við séum fyrirtæki sem að selja sömu vöruna með nákvæmlega sama hætti, nákvæmlega sama starfsmannafjölda, það allt alveg nákvæmlega eins, nema annað fyrirtækin er ekki með dælurnar á sama stað, allstaðar. Munurinn sem felst í því að þau eru með dælurnar á ólíkum stöðum, hversu miklu máli skiptir það fyrir fyrirtækin? Þannig að það er í raun og veru það sem þið þurfa að hafa í huga þegar þið ætla að færa í svona samanburð á fyrirtækjum, það er alltaf munur. Og hversu miklu máli skiptir hann? Það er aldrei hægt að segja að þetta fyrirtæki er fullkomlega sambærilegt við eitthvað annað. Ég hef aldrei séð það. Það er alltaf eitthvað sem skiptir máli. Vandinn við þessa aðferð, að mínu mati, er eins og með hina aðferðina, að ég þarf að bera saman við önnur fyrirtæki. Og mér hefur bara reynst það vel í gegnum tíðina að nota frekar þessar aðferðir svona í lokin til þess að sannreyna mínar áætlanir bara sem ég hef gert sjálfur út á fyrirtækinu einu og sér, vegna þess að það er bara erfitt að reyna að finna virði einhvers með því að bera það saman við aðra hluti þar sem einhver er búinn að finna virði á þeim hluti. Það er bara svona, mér finnst ég aldrei ná almennilega góðu tökum á slíku. Öðrum finnst það og líður mjög vel með að gera þetta og eins og ég sagði áðan, þetta er allt bara spurning hvaða skoðun maður hefur. Þannig að það sem ég geri, þegar ég er að verðmeta fyrirtæki, að þá geri ég svokallað DCF aðferð, eða Discounted Cash Flow. Núvirkt sjóðstreymis líkan. Þá er ég ekki að horfa á það hvað önnur fyrirtæki er að gera. Ég ætla bara að horfa á þetta fyrirtæki. Og það sem útgangspunkturinn hjá mér er hversu mikið af frjálsu flæði sjóðs eða frjálsu sjóðsflæði fer til fyrirtækisins þegar búið er að greiða allan kostnað og allt þess aftur. Ef ég er með öðrum orðum að það kemur eitthvað handbært fé út úr rekstrinum á hverju ári sem hægt er að borga annars vegar af lán, þess að nota til þess að borga af lánum eða borga vexti eða borga út arð. Allir þeir sem eiga einhverja kröfu á fyrirtækið, lánveitendur eða eigendur, skipta þessum peningum á milli sín. Og það sem verðmæti fyrirtækisins er ekkert annað heldur en núvirðing á þessum fjármunum getur fyrirtækisins til þess að borga lánveitendum eða eigendum peninga tilbaka yfir tíma, að þá þarf ég að finna þessa tölu. Vegna þess að þegar ég ætla á einfaldasta máta er þetta þannig, ég ákveða fjárfesti í fyrirtæki og leið og ég geri það, þá reikna ég með að geta fengið arð af þessu hlutabréfi. Þannig að ég borga 33,95 í dag og síðan fer ég að fá tilbaka arð á einu svona ári, eitthvað smávegis og næstu 100 árin eða 200 árin eða 1000 árin og þegar ég núvirði allar þær greiðslur, þá á það að vera ígildi þess sem ég er að borga í dag. Ef ég borga lægra, þá er ég bara að græða. Ef ég borga meira, þá er ég að tapa. Þannig að mér í sjálfu sér er alveg sama hvort að fyrirtæki selur meira eða selur minna. Það hefur ekki bein áhrif á arðin hjá mér nema það skilir sér í því að fyrirtæki geti borga meiri arð. Ég er bara að horfa á mína fjárfestingu og hvaða arðsemi mín fjárfesting skilar. Þannig að það sem ég geri, og það er til margar aðferðir við að gera þetta og þið getur fundið þessa aðferðafræði á netinu og í sjálfu sér er þetta hérna bara tafla, þar sem ég seti nákvæmar forsendur og ég veit að taflan reiknar rétt. Hins vegar eru þessi gulu reytir hérna sem reyndar, þeir voru gulur, en appelsínugulur hérna einhvern hluta vegna, að það eru forsendurnar. Og við förum aðeins í og eftir, þá ætla ég að fara inn í Excel-skjalið þar sem þetta líkan er og sýna ykkur hvernig ég get breytt þessum forsendum og þá fæ ég annað verð á hlut út. Ég þarf að hafa skoðun á flestum þessara gulu reyta. Og þar kemur listinin, hitt er bara útreikningur, það er bara að þú læri bara hvernig á að gera þetta og þá virkar módelið. En niðurstaðan hún verður aldrei betri heldur forsendurnar sem maður setur inn í það. Nú, til þess að finna þetta laust fjárflæði, eða frjálsa fjárflæði, að þetta er línan hérna sem ég er að vinna mig niður í. Til þess að finna þessa tölu,
þá var aðferðafræðin bara þessi. Ég byrja á að í raun og veru spá fyrir rekstur fyrirtækisins, rekstur haga. Hvernig með bara rekstur haga ganga? Og þessar tölur hérna eru bara úr lausu lofti gripnar. Ég hef ekki kynnt mér stjórnenda áætlanir haga og ég hef ekki kynnt mér rekstur haga meira heldur en það. Ég fer bara í bónus og eitthvað svona. Þannig að tölurnar hérna eru bara svona setta fram til síns. Ég veit hver salan var og hvernig gekk árið 2011 og 2012. Og síðan, eftir atvikum, þá ætla ég að spá hérna fyrir næstu 4-5 árin, eitthvað svo leiðis. Og sjá hvernig munu haga ganga, hvað hagnaði munu haga skila næstu 5 árum. Og þetta verður alltaf bara einhver skoðun og það væri algjörlega tilgangslaust að fara að rífast eitthvað um það hvort að hagar ætluðu að fara að græða 3,4 milljarða eða 3,5 á næsta ári. Við vitum það bara ekki. Þannig að það verður bara svona hvort er betra United eða Liverpool. Það er þetta slæmi samanburður. Og þá fæ ég út hérna að ég gerir bara ráð fyrir því að hagar verði með 5% tekjuvöxt á næsta ári frá árinu í ár, 4,7 eftir það, 4,5 og 3,9 árið 2016. Ég myndi setja spurningamerki við það ef einhver myndi sýna með svona líkan og segja að fyrirtæki ætla að vera með 100% aukningu í sölu og svo aftur 100% og svo 50 og svo 70. Það er ekki líklegt, sko. Þetta er allt eins líklegt eins og bara hvað annað. Það verður sennilega aðeins lægra eða aðeins herra, ég bara veit það ekki. Og mér geti örugglega liðið betur með að vera með einhverja aðra tölu ef ég myndi alveg sökkva mér ofan í þetta eins og þeir sem eru greiningaraðilar á markaði og fagfjárfestar gera. Framlegðin, hvernig er framlegðin að þróast? Því hærri framlegð, því meiri álagning í raun og veru í félaginu. Bara nokkuð stabíl, eykst svona aðeins, bara hagræði í rekstri og þess að þar. EBITDA hlutfallið, það hækkar aðeins. Ég gef mér það að fyrirtæki verður alltaf aðeins betur rekið. Bara svona samhliða því að hagkerfið í heild sinni er að lagast og allt þess að þar. Þannig að EBITDA hlutfallið fer úr því að vera 6,9% á síðasta ári upp í 7,5% árið 2016. Síðan það sem skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli, það er fjárfesting í veltufjármunum. Og veltufjármunir eru annars vegar veltufjáreignir sem eru þá fyrst og fremst birgðir og viðskiptakröfurnar eins og við sáum á, en það er rosalega stór hluti af rekstri haga og síðan viðskiptaskuldirnar þar á móti. Og þetta við sjáum hér, þessi summan af þessum tveimur, þetta er breyting á veltueignum og breyting í veltuskuldum, skammtímaskuldum og skammtímaeignum. Þannig að ég netta þessa tölur saman og þá er ég komið með breytinguna á veltufjármunum. Þetta er alltaf sýnt í sjóðstreymisyfirlitinu og ef þetta er mínustala þá þýðir það að ég er að viðskiptakröfur og birgðir er að aukast fleiri krónur heldur viðskiptaskuldirnar mínar er að aukast. Við öðrum orðum að ég er að taka handbært fé, kaupin á lager og leyfa mönnum að kaupa út í krít fyrir fleiri krónur heldur en ég næ að kreista út úr mínum birgjum. Og það er bara mjög eðlilegt í fyrirtæki í vexti. Vegna þess að yfirleitt eru birgðirnar og viðskiptakröfurnar væntanlega, eins og í þessu tilfelli, hærri krónutala heldur en viðskiptaskuldirnar. Það þýðir að það er alltaf binding í veltufjármunum. Og fyrirtæki býr til einhverja fjármuni, en það er alltaf, þeir fjármuni skila sér ekkert alltaf öllu leyti til mín sem eiganda eða lánveitenda, vegna þess að hlutaðin verður í því að það þarf að binda í veltufjármunum. Sem ég mun alltaf fá á endanum, en á hverju einasta ári þá er aukning. Og þetta er svona verðmæta skapandi aukning, þess að fyrirtæki er að stækka, eða það myndi ekki fjárfesta í birgðum, að þá fyrr eða síðar er fyrirtækið allt og stórt og myndi vera með hlutfallslega allt og lítinn lager og myndi fara að missa viðskiptavini því að vörurnar væri ekki til. Nú, þegar ég er búinn að fara í gegnum þetta hér, búinn að áætla þetta hérna, þá er ég búinn að áætla tekjuvöxtin, ég er búinn að áætla framleiðina, ég er búinn að áætla
EBITDA, með sem sagt EBITDA hlutfallinu hér, afskriftir fastafjármuna, ég segi bara að afskriftir fastafjármuna vaksa eins og tekjusalan segir til. Því meiri sala, þeim mun meiri fjárfestingar í fastafjármuna til þess að styðja þessa sölu og þeim mun meiri afskriftir. Oft á tíðum og sérstaklega maður að kafa ofan í rekstur svona fyrirtækja, að þá tekur maður fjárfestingaliðin alveg sérstaklega og spáir fyrir hann nákvæmlega. Þannig að þá segir fyrirtæki með þetta mikið bókfært fyrir því eigna, afskriftaprófílinn með þessum hætti, fjárfestingaþörfin þessi, vegna þess að líftími eignan eitthvað ákveðið og fyrirtæki að stækka, þess vegna þarf að fjárfesta eftir 10 ár þarf að koma ný verksmiðja eða ný verslun og þá kostar hún þetta og þá hún afskrifuð svona, þannig að þá spái ég fyrir bæði fjárfestingaþörfina sem við erum með hérna niðri og afskriftirnar alveg sérstaklega. En skemmri skýrnin svo að segja að þetta vex bara eins og tekjur. Og ég veit hver vaxtakostnaðurinn vegna þess að ég kynni mér það og segi að þeir eru að borga 8,25% vexti af óverðtryggða vexti af lánunum sínum að meðaltali. Það getur vel verið einhver önnur tala á eitthvað svoleiðis, en ég gef mér bara að það sé þarna. Þannig að ég veit hver nettó vaxtakostnaðurinn skattarnir alltaf 20%, ég gef mér það bara að reiknaður skattur sé sama og greiddur skattur. Það líka ekki alveg sjálfgefið, því sjá að þó maður setur upp svona einfalt hérna, að þá þetta að sökkva sér gríðarlega ofan í forsendunar. Þannig að þegar ég segi að fyrirtæki borga bara 20% skatt eins og hann reiknaður, fyrirtæki getur átt uppsafnað skattalegt tap sem dregst frá greiddum skatti. Þannig ég þarf að skoða það ef ég ætla að fara mjög nákvæmlega ofan í þetta. En fyrir þetta módel þá segi ég að greiddur skattur bara jafnt og reiknaður skattur, þannig ég ætla ekki að reikna það meira. Nú, þá fer ég bara að gera verðmatið í raun og veru, því ég komin með þessar upplýsingarnar hérna inn í forsendunum. Ég byrjaði að segja hver EBITDAn og svo ætla ég að draga frá skattinn vegna þess að það þarf að borga þessi 20% og þetta ef þið skoðið svona verðmöt og myndið virkilega lúslesa þau og skoða hver var greiddur skattur versus reiknaður skattur, þá það yfirleitt aldrei sama tala. Það yfirleitt aldrei sama talan í rekstrarreikningnum og í sjóðstreymisyfirlitinu. Vegna þess að það eitthvað svona, það einhver frestaði skattar og eitthvað þess og þar. Hérna segi ég þetta bara nákvæmlega sama talan og í rekstrinu. Fjárfesting í veltufjármunum. Ég búinn að sjá það að fjárfesting í veltufjármunum nettó sem hlutfall af sölu var 1% árið 2011 og 0,26% árið 2012. Það var bara summan af þessum tveimur tölum í sjóðstreymisyfirlitinu sem ég sýndi ykkur áðan, deilt með tekjunum eða sölun á því sama ári. Og ég segi, já, ég held þetta að vera 0,2. Ég get sökt mér ofan í þessar forsendur eftir að finna út nákvæmlega hvernig þetta virkar, hvernig önnur fyrirtæki gera þetta og þess að og fengi einhver aðra tölu, en það breytir því ekki að ef ég myndi þá bara laga þessa hérna tölu til og þá reiknar líkanið þetta rétt. Og svo það fjárfesting í fastafjármunum. Ég segi að það bara í raun og veru það í raun og veru bara svipað eins og afskriftirnar eru. Þannig að fyrirtæki bara fjárfesta í fastafjármunum sem nemur afskriftunum að við bættum vextinum í sölu. Þannig að sagan sem ég að segja að fyrirtæki að stækka, þá þarf það að auka við sig starfsfólki og þá þarf það að fjárfesta meira eftir því sem vöxturinn eykst. Eða vöxturinn verður meiri, vegna þess að fyrirtæki sem hafa að vaksa en allir ekki að fjárfesta í neinu og ekki bæta við þessi starfsfólki og ekki sjá kostnaðinn fara upp á móti, það ekki trúverðug saga. Nú, með því að leggja saman þessa hluti hér, þá fæ ég laust fjárflæði eða frjálst sjóðsflæði til fyrirtækis, eins og það kallað, free cash flow to firm og það sem ég þarf að passa mig á það að ég bara spá til þessum 2016. Árið 2017 þá ég að gera ráð fyrir að Hagar verði ennþá til. Og líka árið 2027 og líka árið 2037. En ég get ekki spáð svona langt fram í tímann vegna þess að ein af grunnforsendunum í verðmati það að fyrirtæki sé það sem heitir going concern, þannig að það muni alltaf verið í rekstri í einni eða annarri mynd. Þannig að þá bý ég til það sem heitir bara svona terminal value. Og það
fundið með því að finna hvað bara eilífðarvirði fyrirtækis, eilífðarvirði sjóðsflæðis á ákveðnum tímapunkti. Og það líka eitthvað sem ég geti fundið á netinu hvernig það reiknað. Þetta tiltölulega einföld formúla sem byggir á mjög stórri forsendum það að eftir 1500 ár eða 2000 ár þá verður fólk ennþá að kaupa mat í bónus. Og sagan hefur bara sýnt það að líftími fyrirtæki almennt ekkert, kannski einhverjir áratugir. Ég veit ekki hvort maður finnir mörg fyrirtæki sem voru til undir sama nafni og gera sama hlutin fyrir 100 árum síðan eins og þau eru að gera í dag. Það allavega forsenda sem maður verður að gefa sér í þessu sambandi. En það sem ég þarf að gera hérna, að ég veit að árið 2016 ég að fá 4.400 fyrirtækið að fá 4,4 milljarða, en það ekki að sama og 4,4 milljarðar í dag. Þarna komum við að núvirði peninga og þess vegna þarf ég að afvaxta þessa fjárhæð með einhverjum hætti. Og það ger ég með því að finna veginn fjármagnskostnað fyrirtækisins, weighted average cost of capital, og þá segi ég, já, vaxtagjöldin þeirra, vaxtaprósentan á lánunum 8,25%. Ég get fundið það út úr reikningu félagsins, það getur verið í einhverjum nótum eða þess háttar, og mín ávöxtunarkrafa, það sem ég ætlast til að ég fái greitt, mín arðsemis viðmið eru 13,5%. Þannig að ef ég fjárfesti fyrir 100 krónur, þá ætlast ég til þess að þessi fjárfesting mín verði orðin 113,5 krónur virði eftir 1 ár. Ég á enga kröfu á því, en það er viðmiðið mitt. Og ef ég fæ meira, þá er það gott, ef ég fæ minna, þá er ég ekki ánægður og gæti jafnvel selt eða beitt mér til þess að þessi fjárfesting fari að skila meiri hagnaði. En ég miða bara við það að þegar ég er að skoða fjárfestingar í upphafi og ef mín fjárfesting er ekki að skila meira heldur en 13,5%, þá ætlum ég ekki að ráðast í þessa fjárfestingu. Og síðan finn ég út frá þessum hérna tölum, og þá finn ég út veginn fjármagnskostnað í fyrirtækinu, og það er þessi afvöxtunarkrafa sem ég nota til þess að núvirða sjóðsflæðið. Og þá í þetta hérna eru þessar 3.600 krónur núvirtar í 1 ár á 12,2%, sem er bara veginn meðaltal af þessu hérna teknu til skatta. Þessi tala hér eru 3.800 milljónir núvirt 12% á 12% í 2 ár. 4 milljarðar núvirtir á 12,2% í 3 ár og svo koll af koll. Þá ég búinn að núvirða allar þessar tölur til dagsins í dag, legg það saman og fæ út að markaðsvirði markaðsvirði fyrirtækisins eru 45 milljarðar. Það er markaðsverðmæti eigna fyrirtækisins. Ég ætla að draga frá nettóskuldirnar, sem eru 5 milljarðar, samkvæmt reikningum félagsins, og þá er verðmæti hlutafjár 40 milljarðar. Það eru 1218 milljónir hluta útistandandi, þannig að verð á hlut, samkvæmt þessu, eru 32,97 krónur. Og með að við þetta sem ég er búinn að gefa mér hérna, bara svona lauslegar áætlanir, að þá er ég eiginlega algjörlega spot on á því gengi sem félagið var að loka á 9. október, 33,95. Ef það væri gríðarlega mikil velta með fyrirtæki og það væri tugir milljón að treyta hverjum einasta degi, þá gæti ég mögulega sagt, já, og ég hef alveg tröllatrú á öllum mínum forsendum að þessi algjörlega skotheldar og endurspegli mína skoðun, þá myndi ég kannski eiga viðskipti á þessum mun hérna. Segja, já, það er klárlega kauptækifæri í þessu. Nei, fyrir ekki, sölutækifæri í þessu, vegna þess að markaðurinn er að kaupa eitthvað á 34 sem ég er að verðmæta á 33, þannig ég ætla bara að selja. En það er ekki þannig á Íslandi því að markaðurinn er ekki nógu stór. Og ég heldur var ekkert að ráðast inn eina gríðarlega greiningu á þessum forsendum. En ef við förum hérna, nú ætlum ég bara rétt að sýna ykkur, hér er Excel-skjalið, það sem við sjáum þetta. Hérna sjáum við 32,97. Þetta eru bara nákvæmlega sömu forsendur og ég var með inn í hérna kynningun á það.
En nú gæti ég hugsað mér, já, nú ætla ég að hnika þessu til. Nú fyrir ég að skoða þetta miklu betur og svo eftir eina viku þá ég búin að kynna mér nákvæmlega hvernig fjárfestingi veltufjármunir sem prósent af sölu gæti þróast. Ég segi, ég held að þetta sé ekki 0,2%, heldur þetta 0,25%. Þá lækkar þetta 30 aura hérna. Þetta er ekki rosaleg breyting, en ég var bara að breyta veltufjármuna tölunni 0,05%. Það hafði samt 30 aura áhrif á verðmæti hlutafjár. Og ef ég ætti gríðarlega, ef ég væri rosalega stór hluthafi í högum og þeir væru skráður erlenda markað, þá væri þetta bara stórmál. Þannig að þið sjáu það til dæmis að þegar það kemur alltaf í Bandaríkjunum, þegar það kemur svona uppgjörshrina 4 sinnum á ári hjá fyrirtækjum úti og greiningaraðilar koma og segja, já, markaðurinn er sammála um það að þetta verði svona. Fyrirtæki muni auka sölu eitthvað svona. Síðan koma tölurnar út og með voru kannski pínulítið off. Menn gerðu ráð fyrir 5,8% aukningu í sölu en það var 5,7%. Þá bara í sömum kreðsum á markaðnum, þá bara grípur sig hystería. Það er bara stórslis. Greinendur voru, eða eins og minn orðaði þar, fyrirtækið það mætti ekki væntingu markaðarins. Í stað þess að segja, þá vorum búin að snúa þessu við, að segja greinendur voru ekki alveg að fylgja raunveruleika fyrirtækisins, þá var ekkert orðið fyrirtækin að kenna að þeir gerðu ekki eins og greinendurnir sögðu þeir ættu að gera. Nú, hvað ef ég segi það að hérna verði salan hjá högum það verði bara alltaf 5% aukning á ári. Þá verðmæti hérna árið 33,55. Ég bara búin að skoða þetta aðeins betur. Hvað ef söluaukningin á næsta ári verður 10%? 35,55. Ef þeir eiga rosalega gott ár á næsta ári, og síðan þetta bara svona nokkurn veginn eins og ég hafði reiknað með eftir það, hvað áhrif hefur það? Já. Þá allt í einu farin úr því að finna verð á Haga sem undir því sem það lokaði 9. október, yfir það að það næst í 2 krónum hærra. Þá ég ekki lengur að hugsa um það að ég á fullkomnu markaði að selja Haga, heldur vil ég fara að kaupa Haga, vegna þess að þeir eru undirverðlaðir. Og þá komum við aftur nákvæmlega að þessu að ég þarf að hafa rosalega sterka skoðun á öllum þessum hlutum hérna. Og það fyrir mig eins og ég var að gera hérna að segja bara, já, þetta er bara svona 5, 5,7, 5,5, 3,9, lukkar það ekki bara svona nokkuð eðlilega? Algjörlega ef ég að sýna ykkur hvernig þetta módel virkar, en ef þetta væri fjárfestingaráðgjöf, sem þetta klárlega ekki, að þá væri þetta engan veginn nógu gott. Vegna þess að þið sem fjárfestar myndu spyrja, býtu, af hverju segir að þið vera 4,5% vöxtur í tekjum árið 2015 frá árið 2014, hvað hefur fyrir þér í því? Og þá ekki nógu gott fyrir mig að segja, já, held það bara. Ég þarf að vera algjörlega með það á hreinu og segja, það út af þessu og þessu og þessu, vegna þess að Seðlabankinn gerir ráð fyrir þessu og þessari verðbólgu og hagvöxturinn verður þetta og þetta og þetta og þess vegna mun einkaneysla aukast svona og gengi evrunnar mun þróast á þennan hátt og eitthvað svona, þess vegna held ég að vera 4,5, ekki 4,4. Ok, þá ég sammála þér. Eða ekki. Það bara ekki nóg að vera bara með svona, já, ég held það bara. En það virkar alveg fyrir þetta vegna þess að módeli reiknar þetta alveg rétt, en niðurstaðan hérna, hún ekkert réttari heldur en bara einhver tala sem einhver myndi nefna hérna. Þú veist, ef einhver myndi segja, já, 33,5. Sú tala hvorki réttari, né vittlausari heldur en þessi tala hér. Eru spurningar? Reiknar þetta alltaf á markaði? Ég vil yfirleitt bara, þetta reyndar nafnvirði hérna, en ég hef yfirleitt reynt að nota raunlíkan. Til þess að verðbólgan bara of mikill óvissu þáttur í þessu. En þetta er mjög góð spurning. Yfirleitt eru líkönin nafnverðslíkön. Ég er með nafnverðslíkan hérna vegna þess að ég er með vextina hér. Nafnvexti og nafnverðsávöxtunarkröfu eiginfjár. En svona ef ég ætlaði að vera mjög nákvæmur, þá myndi ég vilja finna bara út, taka þetta allt saman á föstu verðlagi. Ég bara ætla að vera með að skora þetta svona á lengra tímabili, bara strax til tíma.
það ekki eðlilega sko alltaf bara með verðbólgu? Jú. Þú getur líka leiðrétt fyrir því sko, það ekkert mál að gera, það bara finnur eitthvað fastan punkt og leiðréttir að tekur fasta verðlagið. Nú þetta í raun og veru nammi greining hjá þér sem þú þarf í gegnum með því að breyta hvaða hefur kíkt á það hvaða einstæki þáttur breytir þessum mest? Sala. Það sala? Já, vegna þess að þetta er mjög samandregið líka. Ef ég væri að gera alvöru verðmat þá myndi ég ekki láta mig nægja að gera rekstrarreikninginn, heldur myndi ég spá fyrir efnahagsreikninginn og sjóðstreymisyfirlitið. Þannig myndur að taka ársreikninga félagsins eins og þeir birtast og stilla þeim þannig upp að þeir stemma og ganga upp næstu 5 árin. Og mjög margir hlutir sem eins og koma hérna inn í fjárfesting í veltufjármunum og fjárfesting í fastafjármunum, mjög margt af þessu tengir maður bara við sölu. Og segir, ef salan eykst, þá eykst fjárfesting í fastafjármunum að sama skapi. Þannig að ef ég breyti söluna, þá hefur það áhrif á svo rosalega marga þætti inn í, og það er ekki bara reikningslegur þáttur, heldur það líka svona, það er rökrétt að nálgast að þannig, því að eftir því meira sem fyrirtæki selur, þeim mun meira ætti kostnaðurinn aukast. Þú þarft að ráða fleira fólk, þú þarft að stekka við því, þú þarft að fjárfesta í meiri, þú þarft að mögulega taka meiri lán og það bara helst í hendur við sölum. Þannig að það er svona, myndi ég segja, að veri stærsti einstaki þáttur. Stærsti einstaki þáttur? Já. Þú þarft að hafa helvítir, er ekki helvítir búið spámaðan til að sér 4 ár fram í tíma? Nei, ég er ekki að spá. Það er nefnilega akkurat málið, sko. Ég er bara að segja hvað ég held. Það er ákveðin spá? Já, það er bara svona, ég held að þeir muni geta ná þessu að gefnum þessum forsendum. Ég er ekki að segja að þeir muni ná því. Það er bara, það veit það enginn, en þeir sem eru í aðstöðu til þess að hafa áhrif á það er einhver allt aðrir en ég. Ég er ekki neitt aðstöðu til þess. Nei, það var einhverjum að líta á þann mest og svo mest sem að velta og mest við sveit. Algjörlega. Þetta er kannski það sem verður að segja til. Algjörlega. Þess vegna verður þetta alltaf, þegar allt kemur til alls, að þá er þetta allt saman spurningu það að þú hefur einhverja skoðun á því hvernig hlutirnir muni þróast í framtíðinni, en þú ert ekki að segja að þeir muni verða svoleiðis, heldur að segja að mér finnst líklegt að þeir verði svona. En á samaskapi er ég mjög meðvitaður um það að þeir verða í öllum líkindum ekki svona. Þeir gætu orðið betri, gætu orðið verri. Ef þeir verða nákvæmlega svona, þá er það ekkert annað en heppni. En maður reyna að taka óvissu þættina og þrengja bilið eins mikið og maður getur. Varðandi vakkið sem er hérna og bara ástokkur og eigin, Já. það er kannski sá liður þetta ekki það sem bara svona smekkur og skoðun þess sem að framkvæmir líkanir, það er hann sem að ræður svo gríðarlega nýtt. Jú. Og þarna eru menn gríðarlega ósamála. Getur þú sýnt Ég ætla að sýna ykkur. Hvað breytir þessar ástokkröfu, hvað þú gerir með líkan? Það eru 2 aðferðir til þess að finna át ávöxtunarkröfu eiginfjár sem er hérna required return on equity. Þessi aftalega skammstöfun þarna. Það er bara þessi skoðun sem ég hef, ef ég fjárfesti 1000 krónur eða 100 kall, þá vil ég að sá 100 kall skili mér 13,5 krónu í ávöxtun á einu ári. Það er bara mín skoðun. Ég get farið það sem heitir Capital Asset Pricing Model, sem er svona vísindaleg nálgun til þess að finna þetta. Mjög margir eru bara, gera þetta bara svona. Ég er bara með 15%, eða 10%, eða 12%. Og geta síðan alveg fært bakka sig inn í eitthvað svona vísindalega nálgun og sagt að þess vegna er ég með þessa skoðun, en ég fann hana bara með því að finna eitthvað. Ef ég segi að ég er bara þannig fjárfestir að ég vil hafa 15% ávöxtunarkröfu eiginfjár, þá sjáðu hvað áhrif þetta hefur á líkanið hér. En það sem skiptir rosalega miklu máli er það að þetta tengist fyrirtækinu ekki neitt, þetta tengist mér. Þetta er bara það sem ég sem fjárfestir myndi gera kröfu á fyrirtækið að það skila. Þannig að ef ég geri þá kröfu að þetta fyrirtæki skili mér 15% arðsemi á ári sem hluthafa, þá kaupi ég þetta ekki nema á þessu verði hér. En þarna er gríðarlega mikið næmi fyrir fjárfestingunni sem hefur ekkert með grunnrekstur fyrirtækisins að gera. Hvernig fyrirtækinu gengur, það kemur ekkert því við hvaða kröfu ég geri ávöxtun. Þannig að ef ég er fjárfesti sem er að fjárfesta í þessu fyrirtæki hér, að þá þarf ég að horfa á það hver er mín ávöxtunarkrafa. Ef mín ávöxtunarkrafa er 20%, sem klárlega er hærra heldur en bara gerist og gengur á hlutabréfamarkaði,
þá á ég ekkert að vera að fjárfesta í högum. Vegna þess að mín ávöxtunarkrafa upp á 20% er bara merki það að ég vil fá meiri áhættu. Vegna þess að þeim mun hærri vexti sem ég er tilbúin að borga, þeim mun meiri áhættu er ég tilbúin að taka á mig, því að það bara risk and reward, svona þetta trade-off, maður sletti, að ég á ekkert að vera að fjárfesta í stöðugum fyrirtækjum, skráðum á hlutabréfamarkað ef ég vil fá miklu hærri ávöxtun. Svona getur markaðurinn þróast á allan veg og þú veist, verðið breytist og hækkar upp í 40 bara morgun eða eitthvað svoleiðis og þá fæ ég miklu meiri ávöxtun, en ég veit það ekki í dag. Og í dag þarf ég að stilla af svona minn ramma og mínar væntingar og hvað ég vil út frá þessu og taka ákvarðanir út frá því. Eru fleiri spurningar? Nú held ég að við séum akkurat spottan á tíma. Og ef ekki þá bara þakka ég kærlega fyrir. Ég vona að þið hafið náð að fylgja þessu aðeins eftir.